Áhugi minn í sambandi við hesta og hestamjólk byggðist mjög mikið upp á að ferðast á íslenska hestunum og sem hefur vakið fyrir mér og útlendingur líka, það er þol og þrek íslenska hestsins. Ég var búinn að kynnast á mínu ferðalögum erlendis, bæði þolræðikeppnum og fleira og kom slíkri keppni á stað 1988 með Jón Óttari á Stöð 2 í samningu við Icelandair líka. Sú keppni hún byggist á þol og þreki og samspil milli manns og hest. Hesturinn fer vissa vegalengd eins og núna í dag, þá förum við 20 km og það byggst upp á það að þú mátt aldrei ofkeyra hestinn. Það eru dýralæknar sem fylgjast með keppninni. Ef púlsinn verður of mikil, þá færðu refsistig og verður dæmdur úr, ef púlsinn er of harður, úr keppni. Sem séð, þetta er keppni milli manns og hest og er gífurlega skemmtileg því að allur aldur getur tekið þátt í henni. Sá elsti sem hefur tekið þátt í þolræðikeppni hjá mér hefur verið 75 ára og þá reis á nabbi 30 km vegalengd og gekk mjög vel, og síðan er unglingadeild líka því að áhugamálið er það að allir sem eiga hest geta tekið sinni hest. Það þarf ekki milljón-króna hest til að taka þátt í þessari keppni. Þú getur tekið þátt með þinn reiðhest sem þú hefur þjálfað upp og byggt upp og þekkir þrek og þolans. Þetta er undirstaða þolræðikeppninnar og mjög ánægjulegt að hafa komið þess á stað. Þetta er að verða mjög áhugaverð keppni, meðal annars í Þýskalandi tóku þátt 800 manns í þessari keppni í fyrra.